Trúarbók kristinna manna Biblían, enda kristin trú byggð á boðskap Biblíunar sem oft nefnd orð Guðs, ritning eða heilög ritning. Ef þú telur að þú sér kristinna trúar, það vegna þess að þú tekur mark á innihaldi þessara bókar. Biblían í rauninni samansafn margra bóka og bréfa, til dæmis 39 bóka Gamla testamentisins eða 27 bóka og bréfa Nýja testamentisins. Allt í allt þetta 66 bækur. Hugtakið Biblía þýðir í raun og veru samansafn margra bóka. Fyrstu ritningarnar voru skráðar 1400 til 1500 árum fyrir Krist. Margir biblíuskýrendur telja Jóbsbók vera fyrstu bók Biblíunar, að Mósi hafi skráð hana reynslur samtíðamanns síns, Jóbs. Síðasta bók Biblíunar, Opinberunarbókin, var skráð af Jóhannesi postula í lok fyrstu aldar eftir Krist, eða 1600 árum síðar. Talið að 40 manns hafi skráð bækur Biblíunar, sumir 2 eða jafnvel fleiri. Á meðal þeirra voru konungar, bændur, fiskimenn, tolllendumenn, spámenn og postular. Ef til vill þú á meðal þeirra sem spyrja sjálfa sig hvort Biblían sé í raun og veru orð Guðs, boðskapur hans til mannana. Ef svo hvernig getum við þá komist á raun það? Fyrst skulum við skoða nokkrar yfirlýsingar Biblíunar sjálfa sig, síðan lítum við á fáeinar vísbendingar áreiðanleik hennar. Kristið fólk treysti því sem Jesús sagði og kendi. Til dæmis sagði hann eitt sinn við áheyrendur sína: þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. Hér á hann við Gamla testamenti þar sem Nýja testamenti hafði enn ekki verið skráð. Gamla testamentið var Biblían sem Jesús Kristur notaði og hann gerði það óspart. Í Nýja testamentinu hins vegar að finna mjög afgerandi yfirlýsingu þann kraft sem býr í Biblíunni. Við lesum til dæmis í Hebreabréfinu: orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Stundum verð ég var við efasemdi hjá kristnu fólki. Þess efnis að ekki þurfi nú endilega að taka mark á öllu því sem að finna í Biblíunni og finnst sumum þá eins og suma frásagnir hennar ekki vera nógu trúverðugar. Þetta segir til dæmis Pétur postuli: en þá áreiðanlegra oss því nú hið spámalega orð, og það rétt af yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Og svo bætir hann við þessum orðum: því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Hér ekki að finna nokkurn vafa áreiðanleik Biblíunar. Þvert á móti, spámenn og postular og allir aðrir sem skrifuðu bækur Biblíunar lýsa yfir óbifalegu trausti á orði Guðs. Rétt að geta þess hér að svo virðist sem innblástur ritninganna snúist boðskapið sjálfan hverju sinni en ekki endilega orðaval hennar. Þetta augljóst af skrifum Guðspjallamannanna sem lýsa vissum viðburðum í lífi Krists á mismunandi hátt. Guð gaf þeim boðskap að flytja, en þeir gátu klætt efni hverju sinni í þann búning sem þeim hentaði best. Þannig augljóst að skattheimtumaðurinn Matteus og læknirinn Lúkas nota stundum öðruvísi orðalýsingar á sömu atburðum en til dæmis fiskimaðurinn Jóhannes notar. Ef til vill uppfyllti spádóma Biblíunar ein besta vísbendingin áreiðanleik hennar. Í Biblíunni að finna marga spádóma sem þegar hafa ræst eða eru það bil að rætast fyrir augum okkar
og þeirra á meðal einn örlagaríkur spádómur sem Kristur boðaði skömmu fyrir dauða sinn. Þannig stóð á að hann var að koma ásamt lærisveinum sínum út úr helgidóminum í Jerúsalem. Þessi bygging var stór og mikil, enda mikið stolt allra gyðinga. Það var þetta stolt sem lá að baki löngun lærisveinana til þess að sýna Jesú helgidómin. Þá sagði hann við þá: sannlega segi ég yður, hér mun ekki eftirlátin steinn yfir steini eigi sé niður brotinn. Þessi yfirlýsing Drottins fékk mikið á lærisveinana og olli þeim miklum heilabrotum, þar sem þeir höfðu eins og aðrir gyðingar haldið að musterið myndi standa alla tíma, en hér hafði Kristur boðað eyðileggingu þess. Skömmu síðar, þegar þeir voru staddir á Olíufjallinu við Jerúsalem, fengu lærisveinarnir tækifæri til þess að tala við Jesú einslega og spurja hann nánar út í þennan spádóm sem að þeirra mati var skelfilegur. Þeir gátu ekki hugsað þá hugsun á enda að helgidómur Guðs yrði eyðilagður. Við skulum lesa þessi ummæli Jesú. Þeir sögðu: segðu oss, hvenær verður þetta og hvert tákn komu þinnar og enda loka veraldar? Spurning þeirra var tvíþætt, þar sem fyrri hlutin fjallaði það hvenær musterið yrði lagt í rúst, en sá spádómur rættist árið 70 eftir Krist, þegar Rómverjarnir umkringdu Jerúsalem og lögðu hana í rúst ásamt helgidóminum. Seinni hluti spurninga þeirra snerist það hvenær Kristur kæmi aftur til jarðar. Hann svaraði þeim með eftirfarandi spádómsorðum: varist að láta nokkuð leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: ég er Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriðartíðindi. Gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða, en endurinn er ekki þar með kominn. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi, og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna, en sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpinn verða. Og þetta fagnaðarerindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar, og þá mun endurinn koma. 4 sinnum er hér minnst á endalok, en það er athyglisvert efni sem tekið verður fyrir síðar í þessum erindaflokki. Þeir sem setja traust sitt á Drottinn hafa enga ástæðu til að óttast þetta, enda boðar Biblían mjög aðlaðandi framtíðarsýn sem býður manna handan við það sem Kristur sjálfur kýs að kalla endalok. Það fer tæplega fram hjá nokkrum þeim taka sér tíma til að íhuga innihald þessara spádómsorða Jesú Krists, að hann var þarna að lýsa því ástandi sem ríkir í mannheimi á síðustu tímum. Það hafa yfirleitt alltaf verið styrjaldir, hungur og náttúruhamfarir einhvers staðar í heiminum, og þetta virðist færast í aukana fremur en hitt. Lögleysi og stöðugt kólnandi kærleikur í samskiptum manna er sívaxandi vandamál. Þetta kallar hann þó aðeins upphaf fæðingarhríðanna. Eitt hinna síðustu tákna sem Kristur gaf mannkyninu í þessu spádómi felst í því að boðun fagnaðarerindisins til allra jarðarbúa mun eiga sér stað skömmu áður en Drottinn kemur aftur. Útbreiðsla Biblíunnar og boðun fagnaðarerindisins hefur stór aukist síðustu árin, og þess virðist ekki langt að bíða að allir jarðarbúar geti átt þess kost að kynnast Biblíunni og Jesú Kristi sem hún boðar. Samkvæmt mörgum yfirlýsingum Biblíunnar sjálfrar
virðist hún sérstaklega eiga erindi til þeirra sem lifa nú á tímum. Í gegnum aldirnar hafa margir setið í fangelsi fyrir það eitt að eiga eintak af Biblíunni. Aðrir hafa verið teknir af lífi fyrir að þýða Biblíuna og prenta á önnur tungumál og dreifa henni manna á meðal. Boðun Biblíunar og Biblía sjálf í höndum leikmanna hefur verið bönnuð af keisurum og klerkum á fyrri öldum. Konungar hafa haldið miklar Biblíu og bókabrennur í hinum ýmsu löndum til þess að útrýma orði Guðs. En því meira sem þeir unnu gegn Biblíunni, því útbreiddari varð hún. Og því fleiri sem þjáðust í fangelsum og á bálkostum vegna Biblíunar, því fleiri urðu til þess að meðtaka hana og treysta henni. Franski heimspekingurinn og háðfuglinn Voltaire sagði á sínu tíma að Biblían væri úrelt bók. En núna, 300 árum síðar, er Biblían eftirsóttari en allar aðra bækur. Efasemdamaðurinn Ingersoll lýsti því yfir að enginn myndi lesa Biblíuna eftir 10 ár. Síðan eru liðin 100 ár og Biblían er langútbreiddasta bókin í heiminum. Til marks vaxandi útbreiðslu Biblíunar allan heim á síðari árum á geta þess að Nýja testamenti sem var upprunalega ritað á grísku hafði aðeins verið þýtt yfir á 10 tungumál árið 600 eftir Krist. Og þá aðeins á þau tungumál sem helst voru notuð í löndunum hverfis Miðjarðarhafið. En með tilkomu prentlistarinnar á 16. öld var Biblían til á 30 tungumálum. Í dag, hins vegar, hefur Biblían verið gefin út á 2200 tungumálum og nú er verið að vinna að útgáfu hennar á 600 tungumálum í viðbót. Þess virðist ekki vera langt að bíða að allur heimurinn geti komist í kynni við orð Guðs. Það er að segja, ef áform biblíufélagana ná fram að ganga, þess efnis að allir geti haft aðgang að Biblíunni. Sjálfur sagði Kristur, þetta fagnaðarerindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar. Á meðal kristins fólks er alltaf að finna þá sem efast sannleiksgildi einstakra hluta Biblíunar. Sumir afskrifa sköpunarsöguna á meðan aðrir telja að opinberunarbókin hafi aðeins tákrænt gildi eða andlegar leksjur. Fleiri dæmi mætti nefna. Þegar fólk byrjar á slíkum afskriftum á orði Guðs, getur það enda með því að allri Biblíunni sé hafnað. Saga ein segir frá manni sem fór í margar kirkjur til þess að hlusta á boðskap presta og kennimanna. Hvert sinn sem hann heyrði kennimann gera lítið úr sannleiksgildi einhverja bókar Biblíunar, fór hann heim til sín og reif þann hluta út úr Biblíunni sinni. Þannig fór til dæmis fyrstu kafla Biblíunar eftir að klerkurinn sagði sköpunarsöguna alls ekki sanna frásögn. Öðru sinni heyrði maðurinn prédikara einn fullyrða það að frásagan Jónas spámann og reynslu hans í stórfiski væri aðeins ævintýri sem ekki bæri að taka mark á. Þar með var sú bók einnig rifin út úr Biblíu mannsins. Einn prestur sagði í prédiku sinni að opinberunarbókin hefði aðeins að geyma táknrænar leksjur sem nánast ómögulegt væri að skilja. En það væri hér að ræða boðskap sem ekki ætti erindi til nútíma fólks. Að sjálfsögðu var þessi bók líka rifin út úr Biblíu mannsins sem aðeins vildi hafa það sem var sannleikanum samkvæmt. Og þar sem nóg var af kennimönnum sem afskrifa eitt eða annað í reikningunni, endaði maðurinn með bókaspjöldin ein í höndum sér. Þeir eru margir sem eru reiðubúnir að staðfesta að líf þeirra hafi breyst mikið við það eitt að lesa Biblíuna og taka mark á henni. Mér kemur til hugar frásaga ein sem að gerðist á síðustu öld þegar kristniboðar voru á ferð Kyrrahafseyjarnar og tóku til við að boða fagnaðarerindið Eyjaskeggjum. Á meðal þeirra voru mannætur. Og þar kom sá tími að mannætur á einni tóku trú á Guð og tileinkuðu sér boðskap Biblíunar sem hafði mikil áhrif á líf þeirra og lífstíl. En í kjölfar kristniboðanna komu aðrir menn. Þeir seldu vín og vopn og vildu gjarnan eiga viðskipti
við eyjaskeggja. En þegar viðskiptin gengu ekki eins og þeir væntu, þá tóku þeir til við að gera grín að svörtu bókinni. En þá gerðist það að höfðingi eyjaskeggja kom að máli við vopnasalana, vínsalana og sagði við þá, ef það væri ekki fyrir þessa bók, þá væri við búnir að éta ykkur. Fyrir löngu síðan hófu kunnir menntamenn að gagnrýna Biblíuna fyrir ónákvæmni í frásögnum sínum og hamra sífellt á því að ýmsar lýsingar hennar og frásagnir gætu alls ekki staðist. Einn vinsalasti skotspónn þeirra voru hinar fjölmörgu frásagnir Biblíunar af viðskiptum Ísraelsmanna við þjóð eina í norðri sem Biblía kallar Hetíta. Hetítarnir koma oft við sögu í Samúelsbókunum, Konungabókunum og Krónikubókunum. Galli var bara sá að mati fræðimanna fyrri kynslóða að það fundust engin merki þess að Hetítar hefðu nokkuð tíman verið til og því síður heilt konungsveldi þeirra. Á síðustu öld voru margir orðnir sannfærðir að slík þjóð hafði aldrei verið til, enda engar heimildir að finna hana utan Biblíunar. Hvernig gat heil þjóð, voldu og fyrirferðarmikil eins og Hetítar voru, samkvæmt frásögnum Biblíunar, horfið svona gjörsamlega af sjónarsviðinu, sporlaust? Slíkt gat hreinlega ekki gerst, sögðu menn. Þetta þótti ein helsta sönnun þess að Biblíunni væri ekki treystandi. En seint á 19. öld tóku fornleifafræðingar að grafa upp fornar rústir löngu gleymdrar menningar í miðhluta Tyrklands. Þessi uppgröftur stóð yfir áratugu saman og langt fram á 20. öldina. Smám saman rann það upp fyrir mönnum að hér voru leifar hins volduga konungsveldis Hetíta sem ríkti í 1000 ár eða frá 1800 til 800 fyrir Krist. Þeir komu mikið við sögu í frásögn Biblíunnar konungsfeðgana Davíð og Salomon. Veldi Hetítana náðu mikinn hluta Tyrklands og Sýrlands og reyndar víða. Núna efast enginn tilvist konungsríkis Hetíta fyrir botni Miðjarðarhafs fyrir meira en 3000 árum. Í þessu efni hafði Biblía reynst áreiðanleg og sönn. Og þótt sumar frásagnir Gamla testamentisins séu alltaf 3500 ára gamlar, sannleiksgildi þeirra þrautreint af fornleifafræðingum og öðrum vísindamönnum. Svonefnd Dauðahafshandrit sem fundust árið 1948 í hellisskútum við strönd Dauðahafsins í Ísrael höfðu geymst vel öldum saman í leirkerum. Þessi handrit sem enginn hafði augum litið í nær 2000 ár hafa að geyma allar bækur Biblíunnar. Eða hluta þeirra að minnsta kosti, allar nema Estrabók. Þessi handrit sýna svo að ekki verður villst að boðskapur ritninganna hefur varðveist í gegnum tímanna rás. Þetta augljóst að þeirri staðreynd að biblíuhandrit síðari tíma eru í öllum aðalatriðum samhljóma innihaldi langtum eldri handrita sem fundust við Dauðahafið. Í Nýja testamentinu ber mest á frásögnum af lífi og starfi Jesú Krists. Til eru í dag ýmsar heimildir utan Biblíuna þess efnis að Jesús Kristur hafi verið raunveruleg persóna sem gekk og kendi og læknaði fólk í Ísrael. Jósefus Flavius, sem var gyðingur og sagnfræðingur og var samtímamaður lærisveina Jesú Krists, staðfestir að Jesús Kristur var raunveruleg persóna. Aðrir sagnfræðingar kristninnar, eins og til dæmis Rómverjarnir Tacitus og Pliny, fjalla einnig Krist í skrifum sínum frá þessum tíma. Aðalsöguhetja Biblíunnar Jesús Kristur, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, og mun ég fjalla sérstaklega hann í næsta þætti. Það mun koma mörgum á óvart hve mikið ber á Jesú Kristi alla Biblíuna, líka í Gamla testamentinu. Það hrífandi efni sem sýnir margar hliðar á Kristi sem margir hafa ekki gert sér grein fyrir áður. Samkvæmt trúar sannfæringu þeirra sem játa kristna trú Biblían orð Guðs, boðskapur sem á erindi til fólks á öllum tímum. Sumir gagnrýna Biblíuna fyrir hispurslausar frásagnir af syndum
og mistökum forfeðranna. En Guð fer ekki mannkynjar álit og fer ekki felur með neitt. Hann vill að kynslóðina læri af mistökum og sigrum þeirra sem á undan gengu. Biblían er skrifuð af venjulegu fólki og mörgum stéttum þjóðfélagsins. Þar er að finna eitthvað fyrir alla, þeim til hjálpar í lífinu og einnig til að veita þeim fullvissu fyrirgefningu syndana og von eilíft líf í Kristi. Guð er kærleikur og hann vill að allir öðlist eilíft líf. Boðskapur hans á erindi til þín í dag. Í 40 ár hef ég notið þeirra forréttinda að lesa orð Guðs og að kenna öðrum að tileinka sér það. Mín persónulega reynsla af Biblíunni er sú að hér sé að ræða dásamlega bók sem hefur að geyma tímabæra boðskap öllum til sáluhjálpar. Ég mæli með þessari bók. Ég mun kynna margvísleg og athyglisverð efni Biblíunnar í komandi þáttum. Þar myndi finna svör við mörgum spurningum þínum. Á vörum margra brenna til dæmis eftirfarandi spurningar. Hvernig get ég öðlast fullvissu eilíft líf? Er líf eftir dauðan? Hvað verður okkur eftir þetta líf? Eru við ábyrg gjörð á okkar? Hvernig lýsir Biblían framtíðar heimkynnum hinna hólpnu? Hver er uppruni mannkynsins? Var það sköpun eða þróun? Hver verða endaleg örlög hins illa? Þessi efni og mörg önnur verða skoðuð í ljósi Biblíunnar. Hún gefur greinargóð svör. Guð vill að við séum vel upplýst þessi efni og hann hvetur okkur til að leita svarana á réttum stað í orði hans. Eitt sinn sagði Drottinn við áheyrendur sína, þér villist því að þér þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Biblían er til á flestum heimilum landsmanna, en sennilega eru þeir fremur fáir sem lesa hana að einhverju marki. Þó er orð Guðs nauðsynlegt veganesti í lífinu. Mörgu verður á að segja að Biblían er full af dularfullu táknum og torráðnum gátum. Hún er svo torskilin að ég treysti mér ekki til þess að lesa hana. Vissulega er eitt og annað í Biblíunni sem í fyrstu virðist erfitt að skilja. En þegar einlægur leitandi gefur Biblíunni sjálfri tækifæri á að útskýra sjálfa sig, þá eru svör hennar augljós og auðvelt er að finna þau. Ég skal gefa hér nokkuð dæmi það hvernig Biblían útskýrir sjálfa sig. Bæði í Daníelsbók og Åpenbarunarbókinni er að finna merkilega spádóma sem fjalla dýr sem koma upp úr hafinu. Til dæmi segir Daníel þetta: Ég sá í sýn minni að nætur þeli, hversu þeir 4 vindar himinsins rótuðu upp hinu mikla hafi, og 4 stór dýr stigu upp af hinu mikla hafi, og 4 stór dýr stigu upp af hafinu, hvert öðru ólíkt. Síðan heldur Daníel áfram að lýsa þessu þannig að þessi dýr komu hvert af öðru fram á sjónasviðið og eitt og annað leiddi af tilkomu þessara dýra sem hafði örlagaríkar afleiðingar í för með sér í lífi tiltekinna þjóða. Lærisveinninn Jóhannes sem skrifaði Åpenbarunarbókina segir í 13. kaflanum: Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð. Mér þykir eðlilegt að lesendur spyrji hvað þessi dýr tákna. Og í leiðinni væri líka gott að fá svar við því hvað haf eða vötn tákna í spádómum Biblíunnar. Það vill svo til að Biblía svarar slíkum spurningum mjög skilmerkilega. Það er athyglisvert að sjálfur Daníel, spámaður Guðs, skildi ekki alltaf sjálfur spádómana sem Guð bauð honum að kynna fyrir öðrum. Lítum að fyrstu viðbrögð hans við þessu dularfullu dýrum sem að sá í þeim spádómum sem Guð opinberaði honum. Út af þessu varð ég, Daníel, sturlaður og sýnirnar sem fyrir mig bar skelfdu mig. Ég gekk þá til eins af þeim þar stóðu og bað hann áreiðanlega skýringu á öllu þessu. Hann talaði til mín og sagði mér svofellda þýðing alls þessa. Þessi stóru dýr, 4 að tölu, merkja það að 4 konungar muni hefjast á jörðinni.
Fjórða dýri merkir að fjórða konungsríki muni rísa upp á jörðinni. Þá höfum við það svart á hvítu að í spádómum Biblíunnar lætur Guð dýr tákna konungsríki, konungsvald eða vald sem ræður yfir komandi svæði. Ákaflega einfalt og svarið er að finna í sjálfri Biblíunni. En hvað merkir þá hafið eða vötnin sem stundum eru nefnt í spádómum Biblíunnar? Aftur leitum við svara í orði Guðs. Eftir að Drottinn hafði opinberað ýmislegt fyrir Jóhannesi sem fyrir honum var óskiljalegt í fyrstu, er engill sendur til hans til að útskýra vissar dularfullar táknmyndir. Við lesum þetta í 17. kafla opinberunarbókarinnar, en þar segir: og hann segir við mig, vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr eru lýðir og fólk, þjóðir og tungur. Hér höfum við það á hreinu að í spádómum Biblíunnar táknar vatn, fólk og þjóðir. Það virðist því liggja ljóst fyrir að dýrin dularfullu sem tákna konunga og konungsvald koma upp úr þjóðahafinu. Það er að segja, þessi konungar koma upp á meðal fólksins. Ég má til með að sýna ykkur enn eitt spádómstákni sem leikur stórt hlutverk í orði Guðs. Það er svo merking sem Guð í spádómum sínu leggur í hugtækið dagur. Bæði í Gamla og Nýja testamentinu er að finna merkilega tímaspádóma sem hafa nú þegar ræst í mannkynssögunni. Þar kemur dagur nokkuð oft fyrir. Einnig þetta tákn er útskýrt í orði Guðs. Takið eftir þessari útskýringu þar sem Drottinn segir eftirfarandi við Ísraelsmenn eftir uppreisn þeirra gegn Guði í eyðimörkinni forðum. Eins og þér voruð í 40 daga að kanna landi, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, 1 ár fyrir hver dag, og fá að reyna hvað það er að vera yfirgefin af mér. Ég læt þessar skýringar nægja að sinni dularfull tákn sem er að finna í spádómi Biblíunnar. Síðar í þessum erindaflokki mun ég fjalla sérstaklega nokkra athyglisverða spádóma þróun mála í mannkynssögunni. En þeir voru kunngjörðir löngu áður en þeir rættust. Önnur er svo athugasemd sem ég heyri fólk segja oft varðandi það hvernig þeim finnst erfitt að skilja Biblíuna eða að þeim finnst erfitt að vita hverju það geti treyst í fjölbreytilegri prédikun kennimanna. Enda segist það oft heyra andstæðar kenningar boðaðar og þó fullyrða viðkomandi prédikarar að þeirra boðskapi sé sannur og réttur og grundvallar á Biblíunni. Það er eðlilegt að fólk hafi litla biðlund við okkur prédikarana þegar það heyrir andstæðar kenningar og boðskap. Páll postuli segir frá fólki sem fór rétt að í slíkum vanda. Við lesum það í postulasögunni þar sem hann segir frá því að hann og Sílas hafi hrökklast frá borginni Þessalóníku í Grikklandi og komu til borgarinnar Beróju, þar sem móttökurnar voru vinsamlegri. Hann skrifa þetta íbúa Beróju. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig varið. Margir þeirra tóku trú og einnig Grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. Páll er hér að hrósa þessu fólki þar sem það gaf sér tíma til þess að bera saman boðskap þann sem Páll boðaði við það sem þeir sáu reikningarna kenna. Þetta fólk var vel upplýst hvað orð Guðs kenndi og það hefði tekið þá afstöðu að allt sem það heyrði boðað sem orð Guðs yrði að koma heim og saman við boðskap Biblíunnar. Slík viðbrögð og afstaða hjálpa fólki til þess að aðskilja réttan boðskap frá röngum með aðstoð sjálfrar Biblíunnar. Eftir að Kristur reisu frá dauðum birtist hann 2 lærisveinum sínum eftir voru á göngu frá Jerúsalem til Emmaus. Hann slóst í för með þeim og þeir fóru að ræða þá atburði sem leiddu til þess að Messías var krossfestur á Golgata, en þeir þekktu hann ekki fyrstu.
Eitthvað var Kristur ósáttur við vanþekkingu þeirra á ritningunum, þar sem hann hafði ástæðu til að segja við þá: Ó þér heimskir og tregir í hjarta, til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína? Og hann byrjaði á Mósi og öllum spámennunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Jú, vissulega þurfum við að lesa Biblíuna til þess að kynnast boðskap hennar og við munum þurfa að leita að hennar eigin svörum og útskýringum á dæmisögum og stundum dularfullum táknmyndum Biblíunar. En Biblían útskýrir sig að mestu leyti sjálf. Við þurfum einfaldlega að gefa henni tækifæri til þess og það gerum við með því að lesa hana. Eflaust finnst mörgum sem síðasta bók Biblíunar, Åpenbarunarbókin, sé allt og torskilin og skilja ekkert í því hvers vegna Guð gerði hana þannig og garði. Við þurfum að setja okkur í spor Jóhannesar sem skrifaði hana. Hann var þá háaldraður, sennilega yfir nírætt, og var fangi Rómverja á eynni Patmos í gríska Eyjahafinu rétt undan ströndum Tyrklands. Það talið að Jóhannes hafi verið eini lærisveinn Jesú sem dó eðlilegu dauða af völdum elli. Hvernig gat Jóhannes komið á framfæri fræðslu, hvatningu og uppörfun til hinna trúuðu í söfnunum umhverfis Eyjahafið? Og hvernig gat hann boðað hinnu trúuðu uppi á meginlandinu spádóma sem sýndu að Rómaveldi myndi líða undir lok? Hann mátti aðeins skrifa og póstsenda það sem ekki ógnaði öryggi rómverska ríkisins og sem að mati Rómverja var ólíklegt til þess að stuðla að uppbyggingu kristinna trúar. En það var einmitt þetta, það var einmitt hennar vegna sem að satt þarna í fangelsi. En gamli maður dó ekki ráðalaus, hann klæddi boðskapinn, opinberanir Guðs í búning sem var hlaðinn alls konar dularfullum og óskiljanlegum táknum, svo að rómversku ritskoðararnir skildu hvorki upp né niður og hafa eflaust talið gamla mannin eitthvað skrítinn í kollinum. Fangaverðirnir gátu ekki séð neitt hættulegt við svona skrif og létu bréfaskriftir gamla mannsins fara í gegnum ritskoðunina. Þegar svo hinir kristnu uppi á meginlandinu tóku til við að lesa Åpenbarunarbókina, áttu þeir möguleika á að skilja flesta því sem Jóhannes fjallaði Það sem þeir gátu leita svarana víðs vegar annar staðar í ritningum Guðs, eins og við höfum gert hér í þessari athugun okkar síðustu hálfu klukkustundina. Það má segja að í Biblíunni sé að finna innbyggðan afruglara sem gerir spádómstáknin vel skiljaleg öllum sem á annað borð kynna sér hann og lesa Biblíuna alla gaumgæfilega. Biblían er undursamleg bók sem þess virði að lesa hana ítarlega. Í komandi þáttum munum við kynnast henni betur. Þú munt komast á raunum að bók Guðs sem opið bréf til þín sérstaklega. Við skulum gefa henni tækifæri.